Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Að þessu sinni hefjum við leikinn hérna á Egilsstöðum. Hérna alltaf við mig sjáum við hjúkrunarheimili sem hafa verið í byggingu síðustu mánuðina. Það var byrjað árið 2013. En nú er þetta glæsilega heimili að verða tilbúið, verður væntanlega vígt í næsta mánuði og tilkoma þess skapar algjöra byltingu í aðbúnaði fyrir aldraða á Fljótsdalshéraði. Jú, ég held að sé alveg óvart að segja það. Við erum að búum við aðstæður í dag sem eru vart bjóðandi en við munum fara þarna yfir í aðstöðu sem verður til fyrirmyndar. Þannig að ég verður bara alveg viðurkenna á að mér hlakkar til þegar kemur að vígslu þessa heimilis. Er þá dæmið þess að það séu kannski að margir saman í einu herbyggi? Já. Eins og þetta hefur, þær aðstöður sem búum við í dag eru þannig að það er á 2 og upp í 3 bíli, það eru dæmi slíkt. Nú er það sveitarfélagið sem byggir þetta í samvinnu við ríkið. Hver kemur til með að reka það? Það er HSA hefur sér áfram reksturinn á hjúkrunarheimilinu líkt og HSA hefur gert undanfarna áratugi og það hefur gengið ljómandi vel og það hefur gerður samningur að það verði svo áfram. Nú er þetta í næsta nágrenni við þau hjúkrunarheimili sem fyrir eru. Er það ástæðan, samnýtingin? Já, það er eiginlega, þetta hjúkrunar, byggingin, hún tekur mið af þessu rekstrarformi mjög ákveðið. Að það sé ákveðið með nái ákveðið rekstrarlega hagræði út úr starfsemi með því að starfsemi heilbrigðisstofnunar og hjúkrunarheimilis sé á einu sama staðnum. Nú, hvenær verður vígsluhátíðin? Ég vona því að hún verði fljótlega í mars, það hefur ekki verið ákveðið hvenær, en verktakar munu skila af sér heimilinu í lok febrúar og þá er svo sem engin ástæða til þess að bíða mjög lengi með það að vígja gripinn. Jæja, nú er byggingin að verða tilbúin. Ég var hérna fyrir það bil ári síðan, þá voru menn enn að berjast í uslætti. Þetta hefur gengið vel? Já, þetta er búið að ganga mjög vel bara án allra svona stórvægilegra óhappa og þannig að svona tímaáætlun stenst nokkurn veginn. Hún heldur á eftir. Hvað er þetta búið að taka langa tíma allt í allt? Við byrjuðum hérna í júlí, ágúst 2013. Þannig að nú varum við bara að reikna. En er þetta ekki bara vel að sér vikið með svona stór byggingu og glæsilega byggingu? Jú, það er það. Þetta er náttúrulega mjög stór. Þetta er á 4.000 fermetrar og er svo sem ekki alveg einfalt. Það er dálítið mikið í þessu. Svona allskis kerfi sem þarf að koma fyrir. Þannig að þetta er bara búið að ganga mjög vel. Þið eruð að auglýsa nafni? Já, það rennur út, það auglýst í desember eftir tillögum að nafni og það eru nokkra tillögur komnar inn, það á nú eftir að opna þetta. En þeim skilað inn undir tilnefni og það var óskað eftir nafni með rökstuðningi. Og það verður enn eitt tilhlökkunarefnið að opna þau umslög og skoða hvað í þeim felst. Nú er þetta rétt að verða búið, eru menn ekki hamingjusamir? Jú, við getum farið á þorrablótið með gleði í hjarta held ég. Og skemmt ykkur vel? Já, við gerum það alveg pottþétt. Nú er þetta glæsilegt hús, allavega það sem ég er búinn að sjá hér að utanverðu verður bjart og ábyggilega gott útsýni. Þetta verður væntanlega bylting fyrir gamla fólki sem þarna fær alhyrningu. Já, ég held að það hljóta að vera miðað við það sem það hefur haft, þá held ég að þetta verður algjör bylting. Ég þekki það ekki sjálfur alveg hvernig það er, en þetta verður glæsilegt. Og þið skilið þessu stoltir af ykkur?
Já, við gerum það. Þetta verður prýði fyrir bæinn og vonandi fyrir fólki sem á að vinna þarna og búa í því að því líði vel líka. Og hér Fljótsdalshérað leið byggjalegri sveit. Já, alveg pottþétt sko. Og eins og við höfum alltaf sagt sko, það er gott að búa á Fljótsdalshéraði sko. En þetta gerir það held ég enn betra að verða gamall á Fljótsdalshéraði. Þá segi ég bara til hamingju með hús. Og takk fyrir það. Er þetta eitt stærsta verkefni sem að sveitarfélagið stendur fyrir á þessu ári? Þetta er langstærsta verkefni sem sveitarfélagið hefur ráðist í bara langt árabil. Þetta er framkvæmt upp á 1,5 milljarð og einhverjir hafa eflaust velt vöngum yfir því hvort það sé réttlætanlegt en þegar það var ákveðið að ráðast í þetta þá ræður þar í rauninni sú sýn að menn skaffi viðunandi aðstöðu bæði fyrir okkar yngstu íbúa og þá elstu. Það var ráðist í miklar fjárfestingar í leikskólum, grunnskólum og íþróttamannvirkjum og svo þegar þessu lokið þá lít ég svo á að við sem búin að ljúka þessum hring ágætlega. Þetta saman tvinnað skapar betri sveitarfélag, betri aðbúnað fyrir fólk á öllum aldri, gerir sveitina byggilegri. Já, og þetta gerir það vonandi að verkum að okkar þá elstu íbúar sjá þá fram á að geta búið hér áfram og þurfi ekki að leita til annarra staða en þess hafa verið dæmi því miður. Þýðir þetta ekki að Fljótsdalshérað með þá kostir sem að flest sveitarfélög á landinu geta boðið og þurfa að bjóða? Jú, ég lít svo á að þá erum við svona komið með þessa grunnþjónustu. Þá erum við að uppfylla í rauninni þessar grunnþarfir sem að okkar íbúar gera kröfu og geta gert kröfu. Svo má í sjálfu sér alltaf skreita þetta áfram en grunnþjónustan þá komin í samslag. Það þýðir þetta ekki að héraðsmenn eru Það hefur verið árlegur siður á Fljótsdalshéraði að veita svonefndan þorra veglegan verðlaunagrip til þeirra sem þótt hafa skara fram úr í samfélaginu á milli þorrablóta. Og þessi ágætti siður gleymdist ekki í ár. Sigrún Blöndal, forseti bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði, afhenti viðurkenninguna á þorrablótinu á dögunum. Þorrablótsnefndin í ár var einhuga í vali sínu á þeim sem hlytu þorrann 2015. Við höfum á síðustu misserum verið minnt á mikilvægi góðrar heilbrigðisþjónustu og félagsstarfs. Að þessu sinni fer þorrinn til hjóna sem hafa í tæplega 40 ár styrkt samfélag okkar á sviði heilsugæslu, félagsstarfs og sálgæslu með mannlegri gæsku sinni langt umfram það sem hægt að fara fram á fólk geri í störfum sínum. Við stöndum í þakkarskuld við allt það fólk sem starfar innan heilbrigðisþjónustunnar og einnig þá sem á síðustu áratugum hafa byggt þjónustu upp í fjórðungnum. Austfirðingar hafa mörgu leyti verið í fararbroddi á þessu sviði og því þótti nefndinni einkar vel við hæfi að veita lækni hér í bæ þorrann. Læknir þessi hefur langt skeið starfað við og haft forgöngu þá miklu framþróun sem orðið hefur á þessu sviði á Austurlandi. En það ekki síður vegna hinnar einstöku alúðar og fórnfýsi gagnvart þeim sem eigum sárt að binda sem nefndinni fannst læknir þessi eiga þorrann skilið og vel það. Eftir að hafa komist að þessari niðurstöðu þá áttaði nefndin sig hins vegar á því að læknirinn hefði aldrei getað skilað þessu frábæra starfi sínu ef hann hefði ekki verið fyrir miklu afbragðs eiginkonu sem hann á. Auk þess að vera stoð og stytta eiginmanns síns og límið í fjölskyldunni, þá hefur hún árabil starfað að félagsstarfi eldri borgara og handavinnukennslu. Hjónin sem hér ræðir eru Stefán Þórarinsson og Helga Jóna Þorkelsdóttir og ég vil biðja þau að koma upp á svið og veita þorranum viðtöku.
Stefán Þórarinsson fæddur 1947 á Eiðum. Hann flutti til Reykjavíkur með foreldrum sínum árið 1964 en var þá búinn að skrá sig í Menntaskólann á Akureyri. Hann fór beint í læknisfræði í Háskólann Íslands, útskrifaðist þaðan 1975 og kom til starfa hér á Egilsstöðum á kandídatsári sínu sumarið 1976. Stefán nam frekar í læknisfræði í Svíþjóð 78 til 80 en kom aftur hingað og tók við embætti héraðslæknis árið 1982. Þegar HSA tók til starfa 1. janúar 1999 var Stefán lækningaforstjóri sem síðar var kallað framkvæmdastjóri lækninga og því starfi gegndi hann allt þar til hann lét af störfum fyrir aldurssakir áramótin 2013-14. En hans betri helmingur, Helga Jóna Þorkelsdóttir, fædd 1947 í Bolungarvík. Hún stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri 1968 og þar kynntust þau hjónin. Hún lauk handavinnurkennari prófi frá Kennaraháskóla Íslands 1970. Hún starfaði einn vetur sem kennari við Húsmæðraskólann á Hallormsstað en einbeitti sér síðan að húsmóðurstörfum enda nóg að starfa á stóru heimili. Eftir að hafa verið húsmóður í 20 ár hóf Helga Jóna störf hjá félagsþjónustu eldri borgara á Fljótsdalshéraði og starfaði þar í 21 ár en hefur nú látið að störfum. Og að lokum viljum við segja þetta, Stefán og Helga Jóna. Ykkur veittur þorrinn 2015 fyrir brautryðjandi starf í þágu heilbrigðismála og sálgæslu auk áratuga starfs í þágu samborgarana á Fljótsdalshéraði með djúpu þakklæti frá okkur öllum. Kæru vinir og sveitungar, það okkur sérstakur heiður að fá þessa viðurkenningu en það okkur sérstakt ánægjuefni að fá Þorrann í ár vegna þess að við leiddum Þorrablótsnefndina sem kom á þessum síð. Ég þarf aðeins að segja ykkur söguna á bakvið hann. Að það var Sveinn Jónsson sem átti raunverulega hugmyndina en við vorum að velta fyrir okkur. Þetta var árið sem að Philip Fogler fekk Þorrann. Hann var sá fyrsti sem fekk Þorrann. Philip var þá nýkominn í þetta samfélag með fullt af nýjum hugmyndum. Við ættum að hjóla, við ættum að drepa á bílónum. Hann stofnaði útileikhús á Eiðum fyrst og svo var það flutt hér upp í Selskó. Og við gátum ekki annað heldur en gert svolítið mikið grín að þessu á Þorrablótinu. Philip náttúrulega ókunnugur og þau hjón bæði og kunni nú og við höfðum ágjörð að við kunni ekki að taka þessu gráa gríni sem einkennir Þorrablót. Og ég lendi í því að hermeti Philip með að segja. Og svo þegar fjörið stóð sem hæst, þá, og fólk svona alveg á mörkunum að þola þetta var nú dálítið gróft hans þeim sko. Þá allt í einu heyrist bjölluhljóð í hjóli og Philip kemur hjólandi inn á sviðið og þá sprakk salurinn algjörlega. Og það var innleiðingin að því að afhenda honum Þorrann í fyrsta skiptið í sögunni. Og þess vegna okkur hjónum þetta sérstakt ánægjuefni. Kæra þakkir. Í grunnskólum Fjarðabyggðar hefur markvisst verið unnið að því að styrkja grunninn undir raun- og tæknigreinar enda sjávarútvegur og stór iðnaður aflvaki byggðarlaganna. Verklegt vitið yfirskrift átaksins og markmiðið að bæta menntun kennara samhliða því að bæta kennsluaðstöðu fyrir raun- og tæknigreinar. Það til að styrkja verklega kennslu í grunnskólanum. Ég held sé mjög mikilvægt að fari saman hugur og hönd. Learning by doing, það mikilvægt upp á skilning nemenda og okkur fannst svona eins og að það þyrfti að styðja verklegu kennsluna innan grunnskólana. Mér fannst eins og ég held eins og efnafræði til dæmis að það væri farið að fækka tilraunum og orðið með of mikið bóklegt. Þannig að við vildum styrkja það en ekki síður vildum við styrkja valgreinarnar, hafa þær fjölbreyttari og koma inn valgreinum eins og vélfræði og rafmagnsfræði, húsasmíði, þannig að það var nú ástæðan en auk þess við náttúrulega líka svona að fylgjast með tímanum
því að við erum að grípa inn tæknilegó og fá það í alla skóla til þess að nemendur kunni og geti prógramar fyrir róbóta. Allt þetta styður nám barnanna og það auðveldara fyrir þá til grunnskólanemendur að velja þegar þau ljúka grunnskólanum hvort þeir vilja fara í verklegt eða bóklegt og þá þurfum við að hafa góðan grunn, við geta verið búin að kynast hvoru tveggja. Verkefni þetta hófst árið 2013 og markmiðið að ljúka því á þessu ári. Framkvæmd þess þríþætt. Það að taka upp raungreinatengt námsgögn á leikskólastigi, styrkja kennslu í verk- og tæknigreinum á grunnskólastigi og auka sýnileika verk- og tæknimenntunar í skólastarfi ásamt því að auka tengsl atvinnulífsins og verkmenntaskóla Austurlands við grunnskólana. Í vetur höfum við verið að reyna að fara svolítið eftir svona þessari nýju hugmyndum að verklegt sé vitið. Við erum að reyna að auka svolítið á tilraunir og ég hef reynt að skjalfesta það svolítið þannig að menn sæju hvað færi mikið tími í tilraunir og hvað færi mikið tími í bóklega hlutan og það er mjög misjafnt eftir bekkjum en ég býst við að 9. bekkur sem við erum að horfa á hérna með tilraunir eru kannski þeir sem eru í flestum tilraunum miðað við bóklega. Þetta þarf bara að fylgjast að, best væri að hafa þetta svona helmings hlutfall í þessu. Við erum að þjálfa kennarana meira í að sinna verklegri kennslu. Þannig að það verður meira tilraunir, undirbúning og úrvinnslu á þessum tilraunum og það er mikil breyting en ekki síður að valgreinarnar eru orðnar fjölbreyttari hjá okkur. Það gríðarlega gott að vera búin að fá svona verklega greinar eins og rafmagnsfræði og vélfræði inn í skólana. Við erum líka með sjóvinnu til dæmis hér á Eskifirði. Þannig að við viljum gjarnan að það verði breiðara valið þar. Við erum bara búin að vera að læra á bókinni og glósa eitthvað og gera svolítið mikið af tilraunum líka. Við erum búin að prófa að eima sígarettu og þurreyma hana og síðan erum við líka búin að prófa að blása í vatn og þá að koma koltvísöngur sem sagt kúlunar upp úr. Og hafið þið verið að koma með tilraunir sjálf að heima frá ykkur? Það var bara einu sinni. Þá fórum við, það var í fyrra og svo núna aftur og já, við fórum bara á YouTube og fengum bara eitthvað tilraunir og komum með það. Og það góð heimild fyrir tilraunir, YouTube? Já, það alltaf fullt það að finna allt þar, já. Og þetta til þess að glæða áhugann á efnafræðinni? Já, ég held það. Það eru auðvitað tilraunir sem að ég verð að láta fylgja því efni sem við erum að fara yfir í bóklega og síðan til að bæði létta þetta upp og gefa nemendum kost á því að vera með sitt að þá fara þau til dæmis á internetið, nota YouTube helling til þess að finna skemmtilega tilraunir og þá tilraunir sem að þau hafa sérstaklega áhuga á. Og það er svona tvær leiðir, þetta eru bara til marga fleiri leiðir og sérstaklega eins og við vitum að það er alltaf auðveldar eftir því sem að fjölga slóðum á tölvunum. Hvað eru þið að gera í tímanum hérna í dag? Mæla óm í viðnámi. Það sést svona upp á og við erum að gá hvort það sé ekki alveg rétt. Það sé ekki alveg 100. Og þetta eitt af áhersluatriðunum í rafmagnsverkfræðinni hjá okkur í vetur? Já, ég myndi segja það. Þetta er valfag. Hvers vegna völduð þið þetta fag? Bara höfðum áhuga á þessu og þetta er eitthvað nýtt inn í skólanum og vildum bara prófa. Og hvað eru þið búin að fá svona helst út úr þessu fagi í vetur? Við vorum bara að byrja í rafmagninu við erum bara búin að vera í véldótinu fyrir áramót. Hvað gerir fólk á snillingadeild? Hverjir komast inn á hana? Bara snillingar. Það eru elstu börnin í leikskólanum. Málið að leikskólinn Dalborg var sprunginn, þannig að við fengum stofu hér til að vera með elstu börnin. Og þið eruð með þessu verknámsátaki, hvað gerir þið í því? Við erum að vinna svolítið með form og tölur og talnagildi. Að vinna með það með börnunum. Og
Hvað er það sem að leikskólinn fær út úr þessu verkefni? Það er gleði. Af því þau hafa mjög gaman af þessu. Og ég held að við séum bara oft hræddum að við séum ekki að gera réttu hlutina, en þau eru bara ótrúlega áhugasöm og dugleg. Kannski vinna áfram með áhugan þeirra á þessum hlutum. Þau eru teljandi ótrúlegustu hluti hérna. Eins og? Þau eru að telja þegar við erum út í göngu. Hvað er mikið í gangbrautinni? Þau eru að telja þegar við erum að leggja borðin. Þá telja þau glösin, diskana, hnífapörin. Stundum eru þau að telja hvað vantar mörg börn þann daginn eða er ekki mætt og hvað við erum þá mörg. Og þau eru bara teljandi hérna sumir hverjir allavega sem hafa mestan áhuga. Þannig að þetta er svolítið í því að flytja þennan áhuga inn í skólastofuna? Já, og kannski smita hinn sem er ekki farin að spá í þessu hluti. Við vorum að gera svona sögu sem að einhver átti afmæli. Og hvað lærið þið af sögunni? Einhver afmæli og einhver enginn og við förum í ævintýri og við lærum stafina og stærðfræði. Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa, kom færandi hendi á Eskifjörð á dögunum og afhenti bæjarstjóra Fjarðabyggðar 11 milljónir króna í þetta verkefni. Það er skortur á tækni menntuðu fólki og verkmenntuðu fólki svoleiðis að ég hef mikla trú á því að þetta skilji árangri og það er verið að standa mjög vel að þessu verkefni. Ég er afar ánægður að sjá hvernig hefur gengið bæði með fræðslu og aðstöðu. Svo þetta er flott verkefni, ég óska ykkur til hamingju með það og afhendi hérna formlega styrkinn frá Alcoa Foundation. Samfélagssjóðurinn styrkir gjarnan verkefni sem að tengjast svona menntun og fræðslu ungs fólks og það stendur þá hjart okkar mjög nærri að gera það í verk og tæknigreinunum. Svoleiðis að það er mjög ánægjulegt að koma því að styrkja þetta verkefni. Alcoa Foundation, Fjarðarál, veitti okkur veglegan styrk sem gaf okkur bara byr í vængina og þá höfum við getað elt búnaðinn í eðlis- og efnafræðistofunum, við höfum getað keypt inn tæknilaugó, við höfum getað boðið upp á fjölbreyttari og skemmtilegri námskeið, þannig að það er mjög gott, en ekki síst er ég ánægður með fyrirtækinum út af gagnkvæmum heimsóknum, þar sem að tæknimenn frá til dæmis Fjarðarál koma í skólana og segja krökkunum frá bæði starfi sínu og þeirri menntun sem þeir eru búin að öðlast og síðan bjóða þeir líka í heimsókn í tilraunastofunum hjá sér og í fyrirtæki til þess að sjá hvernig þeir framkvæma hlutina þar. Við viljum náttúrulega gjarnan bara styrkja innviðina í samfélaginu sem við erum að starfa í, vera góður nágranni en þetta er enga síður afar mikilvægt vegna þess að það er skortur á verk og tæknimenntun á Íslandi. Það eru þær greinar sem að bera uppi atvinnulífi með tilliti til fyrirtækis eins og álvera og tækniþjónustu. Það vinnur mikið af tæknimenntuðu fólki hjá Fjarðaáli, það vinnur mikið af verkmenntuðu fólki hjá Fjarðaáli og við viljum gjarnan stuðla að því að ungt fólk hugsi í þá átt vegna þess að þar eru góð störf í boði, vel launuð störf og skemmtileg störf. Þannig að það að efla þessa menntun og á öllum skólastigum, tengja saman skólastigin, tengja skólana við atvinnulífið, þetta er fjarskalega mikilvægt. Þá sjá svona allir samhengið og allir vinna. En það er ekki bara bundið við Fjarðarál, heldur eru það önnur atvinnufyrirtæki hérna sem eru miklu samstarfi við okkur. Það eru sjávarútvegsfyrirtækin, það eru iðnaðarfyrirtækin sem eru að þjónusta Fjarðarál og þau hafa stutt dyggilega við bakið á okkur í skólunum. Það er bara frábært. Ertu mikill efnafræði áhugamaður í þér? Já, ég er það, mikill efnafræði og þá svona eins og maður segir ekki bara sprengjufræðinu vegna þess að hann kannski skýrir ekkert allt, heldur bara efnafræði yfirleitt, jú og tók nú til þess að tók eitt sumar í það að setja upp lotukerfi aftur á íslensku sem auðvitað Mendelejev bjó nú til, ekki að eigna með það en ég setti það upp á íslensku og í dag þá eru krakkarnir búin að fá þetta lotukerfi sem á að vera svona með nýjustu upplýsingar öll þau 118 efni sem
menn hafa bæði fundið og búið til sem hann tala um. Að þessu verkefni loknu verður árangur metinn og ákvarðanir teknar framhaldið. Vonir standa til þess að verkefni skili sér í varanlegum viðhorfsbreytingum innan skólakerfis sveitarfélagsins gagnvart stöðu, raun og tækni greina. Jafnframt vonast til þess að samstarf milli skóla og atvinnulífs vegna námsferða og starfsgreina kynninga festi sig í sessi. Við höfum í samstarfi við Verkmenntaskóla Austurlands verið að kynna verknám í Verkmenntaskóla Austurlands og þar fara krakkar í eina viku í 9. bekk úr vinnuskólanum á launum sem þau eru þar til að kynna sér verknám og einnig að þá hefur Síldarvinnslan líka verið með sjávarútvegsskóla Fjarðabyggðar og þar hafa börn í 8. bekk verið að fara eina viku og kynna sér það sem sjávarútvegurinn hefur upp á að bjóða. Þannig að það er mjög mikilvægt að við sem búum hér og lifum á mest á sjávarútvegi og áli að við sem að kynna börnum og unglingum sem fyrst það verknám og það sem í boði til framtíðar starfa í hugsanlega þessum fyrirtækjum eða verknámi almennt. Þannig að við teljum líka og það, ég held að það sé augljóst að þetta mun líka minnka brottfall úr framhaldsskólum. Ég held að það sem líka sé það sem við viljum stefna að. Þeir eru búin að vera með nokkur verkefni í gangi. Hvaða árangur sjáu þið á þeim? Það sem við kannski sjáum núna er fyrst og fremst meiri áhugi hjá börnum. Við höfum svona ekki mælt þetta en ég er viss að þegar við förum að rannsaka þetta svona aftur í tímann þá munum við sjá það að það verða fleiri sem munu hafa sótt verknám heldur en ella. Hvers vegna leggja áherslur á þessa greinar, verknámið og sjávarútveginn? Já, bara kannski sérstaklega til þess að ungt fólk geti kynnt sér þetta sem fyrst og sé þá að velja kannski réttu brautina fyrir sig eins snemma eins og hægt er. En líka bara vonum til þess að þetta unga fólk geti þá menntað sig og komið þá aftur hingað til og búið hér til framtíðar og starfa þá í þessum fyrirtæki sem bjóða upp á störf, hátæknistörf og góð störf í þessum iðnaði og sjávarútvegi. Þátturinn er á enda í dag. Við sjáumst hér næst á 50-daginn. Kemur á sama tíma. Glettur eru alltaf á 50-dögum klukkan 18:30. Bless og meðan.